Sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, klukkan orðin nálgast 8:30 og já, línuna komin mikill meistari. Það framkvæmdastjóri hjá Þrótti Vogum, Marteinn Ægisson. Komdu blessa og sæll, eða ekki? Blessaður og sæll, gestur. Hvernig hefur það? Ég hef það bara framfínt þakkaði fyrir, en þú sjálfur? Bara ljúmandi góður, það bara ekki hægt annað. Nei, það gott að heyra. Það alveg sprengfull helgi að sporti, en hérna það sem búið að vekja athygli mína, það með þetta fótboltalið Þrótti Vogum. Og hvernig þeir eru núna konur upp deild og það ekkert langt síðan að þetta knattspyrnulið var bara til meistaraflokki? Nei, það alveg rétt hjá þér. Reyndar tóku Þróttarar fyrst þátt í deildakeppni árið 1999 og 2000 og lagði upp laupana og tóku upp þráðina 2008 og það hefur bara gengið alveg glimrandi vel. Og margir flottir einstaklingar sem hafa verið í þessu með okkur og við vorum bara uppskera í saumar eftir flott starf. En já, það var nú ekki mikill munur hérna í úrslitaleiknum sjálfum, þar sem þið voru að spila á móti Væng Júpiters. Var það ekki vítaspyrnukeppni og allur? Jó, það var skemmtilegt. Það var fyrir utan tapi kannski. En þetta var þarna, við mættum besta liðinu í deildinni, Væng Júpiters, og töpuðum í vítaspyrnukeppni. Það var reyndar jafn leikur, það var nú ekki mikið færi, en 1-1 eftir venjulegan leiktíma. Og við fórum í vítaspyrnukeppni og það munaði nú bara einu víti. Þeir skoruðu öllum sínum og við klikkuðum á einu víti, en enga síður bara frábært að komast þetta langt. Við ætluðum okkur náttúrulega bikarinn. En þetta bara fínt, við kvittum fyrir okkur þá í þriðju deildinni á næsta ári. Já, og þetta ekki var þið töpuðu ekki leik í sumar? Heyrðu, við töpuðum nú reyndar í aftalegu úrslitum. Við fórum út í Mosó og mættum hann Hvíta Riddarann og tókuð þá 4-0 fyrir leiknum. Svo í seinni leiknum þá mættum við full slagir og töpuðum þeim leik, ef ég mann rétt, 1-3 1-3 eða 2-3, ég man það ekki alveg. Já. En enga síður þá þetta búið að vera bara mjög flott sumar hjá okkur og þetta eru 2 tapleikirnir hjá okkur. Við fórum tiltölulega létt í gegnum okkar riði og svona í sumar þá erum við komnir á það stig bara í júli að halda mönnum á tánum. Þá var þetta bara komið hjá okkur. Ég held að við vorum held í fyrsti liða að tryggja okkur inn í úrslitakeppnina. Já. Og þið hafið væntanlega það ekki þurft að fara ófáður sinnum í getum tíðin að heimsækja lið hérna að sunnan? Já, Guðjón og félaga. Já, Árborg. Já, það alltaf gaman að koma til Árborgar og það hafa alltaf verið hörkuleikir og við mætum Árborg eiginlega bara hverju einasta ári, hvort sem það deildabikar eða deild og eiginlega, ég held að við höfum mættið meiri síðan núna í deildabikarnum, en Árborg eru með gott, þeir fóru náttúrulega í úrslitakeppnina. Og það nú veistla hjá okkur náttúrulega næsta sumar, þá mætið 2 sunnlensku liðum, KFS úr Vestmannaeyjum og KFR frá Hvolsvelli. Já, það verður gaman að fara þangað, við höfum mætt þeim áður í neðstu deild. Og það verður bara gaman að mæta þeim í 2 leikjum og þetta eru hörku lið og hafa verið þarna upp í einhver ár eða reyndar fóru KFS upp í fyrra eftir leikum 3. sæti við okkur sem var bara frekar súrt þeir tóku leikinn greinlega aðeins alvarlegra heldur en við. Já. En hvernig svona kemur til að það var ákveðið að fara með lið frá Vogum í stóru deildina? Við höfum, þér að segja, þá hefur þetta nú bara verið þannig undanfarin ár. Þá hefur þetta alltaf verið planið. Við höfum passað að gera þetta ekki orðsvagt. Eins og þú sagðir áðan, félagið hefur verið ekkert svo lengi í deildakeppni. Og þú sér það að í fyrra þá förum við fyrsta skipti í úrslitakeppnina í sögu félagsins og voru bara mjög nálægt í að fara upp þá eftir grátlegt tap fyrir liði Álftanes sem að fóru upp og fjalli aftur niður í sumar og þetta bara svona hefur verið bara stígandi í þessu. Við höfum verið að bæta okkur frá ári til árs. 2008 þá erum við til dæmis bara miðjan riðilinn og við vorum mjög nálægt í að fyrir úrslitakeppni 2009 aftur í kringum 2013 og allur bragur í kringum liðið hefur verið að styrkjast. Við erum með frábæra umgjörð og til margsum það þá hefur þetta smitast rosalega út í sveitafélagsins, þess að bæjarbúa og það nú gaman að segja frá því að það voru nú þrír stuðningsmenn sem að
réðust ekki á garðin þar sem hann lægstur og þeir fóru í byggingu stúku í fyrra. Já. Og kláruðu að gera hana núna í sumar með því að setja sætin og ég hugsa það að þetta sé nú eitt af flottasta sjálfboðaliða framtak sem hefur verið gert í sögu félagsins. Þetta var alveg ótrúlegt að fylgjast með. Þeir voru allar helgar hérna í fyrra yfir sumarið að smíða og söfnuðu fyrir henni sjálfir og þetta svona lýsir eiginlega stemningun í klúbbnum. Já. Og þetta hefur verið að koma svona hægt og rólega og svo stofnuðu við 2012 getrunadeild. Samhliða knattspyrnudeildinni sem knattspyrnudeild félagsins, hún rekur getrunastarfið og meistaraflokk félagsins og við erum komin með feiki öflugt getrunastarfið á Suðurnesjum. Það bara Keflavík og Grindavík sem eru stærri en við. Við erum allir við séum ekki með 30-40 manns hérna, alla laugardagir við erum veturinn og þetta snýst nú aðalega bara að efla félagssaman, alveg óbóðslega skemmtilegt alltaf. Þetta svona fastu punktur í bæjarlífinu í Vogunum í dag. Það að mæta upp í íþróttamiðstöð og hitta aðra þróttara. Já, þannig að það ákveðin svona stemningu við því að fara að tippa þarna alltaf. Já, það það. Þetta helst allt saman í hendur. Það vilja bara allir vera þar sem gaman og eins og ég sagði áðan, það frábær mæting á leiki og fólki fara að tala núna í dag til dæmis bara nágranna leikina við Reyni og Víðismenn í Garði. Þetta verður óbóðslega skemmtilegt sumar á næsta ári. Og það verður svona alvöru derbíslægið þá. Já, við gefum ekki tómmu eftir. Nei, nákvæmlega. Við verðum klárir í samslag, það alveg bara nokkuð ljós. En en að öðru með knattspyrnuvinnuna, það væntanlega heilmikið starfið, það ekki svona, þeir eru með yngri flokka starfið, það ekki? Jú, það hefur verið gestur starfrækt hérna í Vogunum, skipulegt knattspyrnu starf frá árinu 1986 að mig minnist. Og við höfum alltaf verið rosalega duglegir að senda lið til þáttöku í Íslandsmótum og svo framvegis. Reyndar mismargir flokkar hverju sinni og til massum eflinguna þá sigraði 50 flokkur karla en neitt mótið í flokki Eliða í sumar. Og það var nú ekki leiðilegt, það var nú bara mikil stemning í kringu það. Þetta eru 11-12 ára gamli strákar sem voru að spila fótbolta og leikur í síndur í beinni hjá Simma á Sporttífi. Og það var bara mjög gaman og við sendum 4 flokka til leiks í Íslandsmóti í sumar. Og við höfum verið að efla svolítið starfið í kringu það. Það var knattspyrnuskóli í sumar einnig. Fengum Heimi Hallgríms í heimsókn og Ólínu Víðars, landsliðskonu í fótbolta. Og fleiri góða gesti. Það bara búið að vera stígandi í þessu hjá okkur eins og ég segi og líka til margsins þá held ég að það hefur líka komið aðeins meiri festa eftir að meistaraflokkurinn kom. Þá eitt af markmiðum með því að stofna meistaraflokk á sínu tíma, það var að búa til fyrirmyndir. Það var eins og bara sjálfur veist og manst eftir að þú ert gutti, þá byrjar þetta allt þannig að þegar krakkarnir eru ungir þá vilja þeir vera eins og einhver þegar þau byrja að æfa fótbolta eða aðra íþróttir og þau horfa rosalega mikið þarna upp. Það var nú ekki vandræðagangurinn í minni sveit, það var Jón Arnar Magnússon. Já, og varst eins og hann, það varst ég af góður. Já, svona, við förum ekkert út í það. Nei, það er óþarri. Það er óþarri. Og líka eins og til dæmis, þú sér það bara eins og með þetta KSI-batteri. KSI hefur verið að standa sig náttúrulega gríðarlega vel í bara fræðslumálum og svo framvegis eins og með yngri flokka þjálfara og við höfum alveg notið góðs af því. Við erum komið rosalega flotta þjálfara í félagi til að hugsa krakkan okkar og mikill metnar í því og svo má náttúrulega ekki gleyma þessum aðildastyrk á hverju ári. Það er bara við það að meistaraflokkur Þróttar var stofnaður á sínu tíma þá hækkaði aðildastyrkurinn til sem sagt frá KSI til Þróttar rúmlega 600.000 og sá styrkur hefur farið bara beint í barna- og unglingastarfið og ég hugsa að þetta sé eitthvað starf á milli 3,5 til 4 milljónir og það við höfum heldur betur notið góðs af því í félaginu. Og það er kannski fyrir svona lítil félög að þeir sem eru svona hafa áhuga með knattspyrnuna að það er kannski að þora að taka áhættuna að fara stofna meistaraflokk. Já, ég held að félögin þurfi að kynna sér þetta svolítið. Ég held að þessi litlu félög eiga að taka sénsinn. Þetta er náttúrulega heilmikið stökk. En fjórðadeildin er bara þannig gerð að það er kannski mestarlega 1 ferðalag á ári og það er gott fyrir þessi litlu félög að gera þetta og upp á það að efla til dæmis yngri flokkastarf. Það eru fjölmörg félög á landinu
sem eru til dæmis ekki með meistaraflokka en eru að taka þátt í Íslandsmótunum í yngri flokkunum í sjömannabolta og með því að taka þessa áhættu þá náttúrulega kemur inn á bortilega þessi aðildarstyrkur sem ég var að tala og það munar alveg hann. Þróttur Vogum hefur notið góðs á því á hverju ári frá árinu 2008 og ég bara skora á öll félög. Það nú mikið að smáliðum í þarna á þínu svæði. Já, og alls staðar í kring. Já, það alveg rétt. Þessi utandild ykkar náttúrulega svolítið fræg. En, þið eru væntanlega ekki með miklu meira þarna í boði heldur en knattspyrnu? Já, við höfum eignast fullt af Íslandsmeisturum í júdó, það má ekki taka það á okkur. Við vorum með gríðarlega öflugt júdóstarf á sínu tíma. Hér var Magnús Hauksson nokkur, mikill júdókongur í Vogum, hann stofnaði júdódeildina og hann sá þjálfari sem hefur verið hvað lengst starfandi samfleytt hjá félaginu. Hann hætti störfum reyndar jólin og júdódeildin hefur nú átt svolítið undir högg að sækja, en við erum að reyna að ná í fleiri inn og okkur langar að rífa okkur svolítið upp aftur þar. Það hefur ekki gengið alveg nógu vel þar en ég veit að þetta mun koma. Það tekur alltaf tíma að byggja þetta upp að nýju. En blómaskeiðið í júdóinu á sínu tíma, það var í kringum 2000 aldamótin til svona 2007. Þá voru mikið af Íslandsmeistaratitlum að koma í Vogana og Vogarnir voru nú svolítið þekktir fyrir júdóstarfið og Maggi átti náttúrulega mikið þátt í því. Og svo vorum við með öfluga Sundild líka á þessum árum. Ætli hafi ekki verið svona með 70-80 krakkar. Sundildin reyndar að koma gríðarlega sterk inn í dag. Þetta orðið næst vinsælasta íþróttagreinin hjá félaginu í dag og við fengum hana Jónu Helenu sem var í sundin í Keflavík í mörg ár, hefur ræst afrekssund þar og hún hefur komið með mjög góðan kraft inn í þetta hjá okkur og hefur verið að tosa þessa krakka inn og ég hugsa að séu nú svona 30 krakkar að æfa sund í dag og við bindum bara mikla vonið við framhaldi. Við ætlum að gera þetta hægt og rólega og festa bæði sundið og júdóið í festi og það tekur bara tíma. Það allavega fjölgun og það það sem að skipti máli. Það þarf náttúrulega að hugsa svolítið vel þetta bara og við höfum verið að vinna svolítið í því líka. En nú tók maður eftir að þið voru að skrá okkur líka einni til leiks í meistaraflokki í handbolta í bikarkeppni. Já, við vorum ekki bara að skrá okkur til leiks, það nú gott betur en það. Við verðum bara með mjög gott líf í handboltanum. Við ætlum okkur stóra hluti þar, það voru tveir miklu snillingar sem höfðu samband við okkur. Freyr Brynjásson, þú kannast við hann eða ekki? Jú, sem var nú margfaldur Íslandsmeistari með Haugum. Já, hann hefur spilað fótbolta með Þrótti Vogum síðustu árin til að halda sig við. Hann nú töluvert betri í handbolta verið nú samt að segja, en hann þarna á mikið þátt í þessu og svo má ekki gleyma honum Simma í sportíði, Sigmundur Lárusson, hann kom til okkur. Þeir höfðu nú bara samband við okkur gestur og spurðu hvort þið mætti ekki spila í nafni félagsins. Við héldum það nú. Simmi í sportíði býr í Vogunum, mikill Vogamaður og Freyr náttúrulega með tenginguna við Vogana frá árinu 2009 og þetta þeir dróðust á móti KR og þeir ætla að spila leikinn í Strandgötunni á sunnudaginn næsta. Má ekki þá nota tækifæri gestur og auglýsa leikinn? Jú, það sjálfsögðu. Viltu það ekki? Jú. Verður ekki að gera það? Helst. Við ætlum að fylla Strandgötuna sunnudaginn næsta, sunnudaginn 25. október og þá mætum við KR í bikarnum, 32 lega úrslitum og við verðum með flotta leikmenn, til dæmis bara markvarðarparið, það verður Birkir Ívar Guðmundsson. Já. Við spilum 140 landsleiki, Rolandi Rathe með 52 landsleiki. Á ég ekki bara að segja hópinn? Jú, ég orðinn spenntur þegar þú ert strax búin að telja upp markmennina. Bara við það að heyra það að þú sést svona spenntur, þá ég farin að huga bara að því að selja inn. Já. Þetta verður alveg mjög flott sjó. Við ætlum að gefa þeim leik. Þetta eru öflugir strákar, þeir eru búin að vera að æfa fullu síðan í sumar. Þetta eru reynslu miklu boltar, sko. Þeir þekkja þetta, það þýr ekkert að koma formlaus í svona leiki. Það eru ég nefni nokkuð nöfn, Valgarð Thoroddsen, Einar Örn Jónsson. Íþróttafréttamaður? Já, íþróttafréttamaðurinn. Og landsliðsmaður, já. Þeir eru með við erum með Heimi Örn Árnason, Arnar Pétursson, Bjarka Sig, hann getur ennþá flogið í horninu, sko. Þannig að þetta verður bara flott. Fúsi, hann reynda meiddur. Já. Og svo sagði Simmi við mig í morgun þegar ég heyrði í honum, þá sagði hann mér að það væru samningaviðræður í gangi við Loga Geirs. Og það eru fleiri góðir, og svo má ekki gleyma aðstoðarþjálfarnum okkar, það er landsliðsþjálfari Austurríki. Patrekur?
Já, Patti verður á bekknum og Jón Kristjánsson, þjálfari Valsmanna í fyrra, hann ætlar að stýra þessu fyrir okkur. Já. Og svo kemur Vogakórinn, við ætlum að fylla Strandgötun og búa til sannkallaða bíkarstemningu í Strandgötunni og hjálpa liðinu að komast í 16-lega. Og ekki bara í 16-lega, við ætlum alla lið. Þannig að það er veistla. Þetta er bara bullandi, þetta er bara veistla. Já, ég er ennþá að melta bara þessi nött sem þú ert búin að nefna hérna. Ég verð að kíkja á Strandgötun næstu helgi. Er það ekki rétt sem ekki eftir? Ert þú ekki með handboltasíðuna? Það er handboltasíða, jú, þarna líka. Já, þá verður þú á svæðinu. Þetta er stóri leikurinn í 32-lega. Já, nákvæmlega. En Marteinn Ægisson, það er greinilega stórviðburður næstu komandi laugardag sem þú varst að koma með núna. Ég er ennþá átt að mig á þessu nötnum sem þú ert búin að nefna hérna, en já, það er... Leiðrétta þetta er á sunnudaginn. Sunnudaginn, já. Klukkan 4 í Strandgötunni, Hafnarfirði. Í því sögufræga húsi, í sögu handboltans á Íslandi. Já, ég sá nú það að þið tóku ykkur tíma þátt í þessu og þið tróðfylltuð hana. Já, það er alveg hárrétt hjá þér. Það var, við tókum þátt 3 ári í röð, 2004, 2005 og 2006. Og það var mitt Simmi í Sporttífi sem var með þetta 2006 og þá fórum við nú alla leið í 8-lega úrslit í bikarnum og mættum Víkingi. Og það var nú gaman að segja frá því að við náum að fylgja þeim í 7-7 eða 8-8. Og þeir sígu fram úr á lokasprettinum og tók okkur og það var rosalega skemmtilega. Það voru 450 manns á leiknum og Strandgatan var alveg troði og það er ennþá margir vogamenn að rifja það upp. Þetta er óbúslega gaman fyrir svona lítið félag eins og okkur að fá svona leiki. Þetta bara er svo gaman fyrir félagið og skemmtilegt að taka þátt í þessu og það verður góð mæting, það verður rosalega góð mæting eins og þá og ég man nú á þeim tíma þá vakti þetta mikla athygli og ef ég man rétt þá skrifaði fréttablaðið að þetta hefði mynd svona á gömlu góðu bikarstemningun í gamla daga þegar stóru liðin voru að dragast á móti litlu liðunum og árið 2006 þá var nú aðeins verið að tala hvað var illa sóttir þessi leikir í handboltanum og á sama tíma var Fram og Valur að spila í bikarnum þegar við mættum Víkingi og þá vakti það með svona athygli einnig hjá þeim sem gerði fréttina að þetta var best sótti leikurinn í umferðinni og til massu þá var Valur og Fram á topp 3 í deildinni, hann mætast í bikarnum á sama tíma. Þannig að Þróttur Vogum komuð þarna og tóku áhorundatölur alveg. Já, við erum með ágætis meðaltölur í handboltanum og við ætlum að halda því bara áfram. Við ætlum að vera bara með gott partí þarna, Strandgötun og sunnudaginn og búa til frábæra stemningu eins og ég sagði áðan. Og þetta á líka bara að vera skemmtilegt og þetta er bara flott framtak líka hjá Simma og Frey. Og þeir bara gaman að þeir koma til okkar og fá þetta í gegn. Þetta er bara flotti strákar og þetta er bara skemmtilegt. Heiður að fá að taka þátt í þessu fyrir okkur. En svona rétt í lokin áður en ég slepp þér, nú er svona bullandi uppgangur hjá ykkur í íþróttastarfi og hvert sem er litið á. Hvernig endar þetta? Þetta er náttúrulega svona, hvað maður að segja, þetta félag, hvernig stendur það bara svona á næstu árum? Næstu árum, það er nú góð spurning. Framtíðin er vissulega björt. Það var náttúrulega tekið í notkun þetta nýtt og glæsilegt keppnissvæði árið 2012 og sveitafélagið á alveg stóran þátt í því og ég er hróskilið að hafa ráðist út í þær framkvæmdir. Við erum með ágætis bakkefla í dag í kringum félagið og öfluga sjálfboðanlega og það myndi náttúrulega ekkert gerast neitt nema að það væri öflugur sjálfboðanlega af því eins og þú þekkir sjálfur þá er það nú bara þannig að félög byggjast upp á sjálfboðanlega starfi. Við erum alveg með framtíðarsýn og hún er augljós og til massum það er mikill metnaður þá er núna að fara í gang vinna í kringu stofnun meistaraflokks kvenna og það eru byrjar þreifingar í gangi, við erum byrjar að heyri í bæði konum og köllum varðandi það og þá og setjum stefnun á að vera með lið á næsta ári og erum að skoða ýmsa möguleika og þá verður gert með jafn miklu myndarskap og hefur verið gert í kringum meistaraflokk karla og svona í fljótu bragði þá segir fyrir mér svona næstu 5-10 árin að Þróttur Vogum verður með öfluga sunddeild, júdódeild, jafnvel að koma upp afreksmenn, öflugt knattspyrnulið í karla. Ég er ekki hissa þótt að við erum komnir í aðradeild innan 5 ára, jafnvel styttra. Já.
kvennalið sem þetta svo líka mikið bara forvarnarstarf að bjóða upp á meistaraflokka. Það nær svo mikið í yngri krakkana. Þau fá fyrirmyndir og við þurfum alveg að hugsa það líka. Það bara gríðarlega mikilvægt og þess vegna segi ég það að félagið á alltaf og öll íþróttafélög eiga að setja þetta þannig upp að barna- og unglingastarf stolt félagsins hverju sinni. Fyrirmyndirnar eru uppi og þetta helst allt saman í hendur og ég bara gríðarlega svona jákvæður og bjartsýnn á komandi tíma. Ég held eftir nokkur ár þá verður bara öflugt yngriflokkastarf í einstaklingsgreinunum og boltagreinunum og meistaraflokkur kvenna komin í gang og meistaraflokkur karla að gera flotta hluti. Nákvæmlega. Martin Eðirsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel og maður fær hérna fullu skilaboð hérna á sportþáttin að menn ætla að skella sér á strandgötuna á sunnudaginn. Já, það er gott að heyra. Það er endilega verið duglegur auglýsokkur og Twitter varandi það. Við ætlum að búa til alvöru stemningu. Nákvæmlega. Og svo máttu skila til Guðjóns í Árborg að það eru svona 3 ár í það við förum að mæta Selfoss oftar en Árborg. Þannig að segja honum að fara að elta okkur. Nákvæmlega. Þá er þetta að tala um Guðjón. Takk fyrir að hafa samband. Bestu þakkir sömuleiðis. Já, við höldum áfram í sportinu. Næst förum við yfir í sjálfsvarnar íþróttir. Það er Thelma Rut Frímannsdóttir, Íslandsmeistari í karate. Hún var að keppa núna heimsleikum ásamt fleirum íslensku karate fólki og hún verður hér á línunni eftir smástund og svo ætlum við að fara líka í taekwondo. Besti maður heims í taekwondo, hann er á leið til landsins núna næstu helgi.